Hún á afmæli í dag, hún á afmæli í dag, hún á afmæli, Jóhanna, hún á afmæli í dag, Gleðilegan mánudag og velkomin í Dramakastið. Ég heiti Embla. Ég heiti Jóhanna. Og Jóhanna á afmæli í dag, eða á morgun. Jóhanna afmæliskona. Já, eiginlega á morgun, þegar þessi þáttur kemur út. Oh my god. Ertu mikið afmælisbarn? Þú ert mjög mikið afmælisbarn. Ég er mjög mikið afmælisbarn. Oh my god, 27 ára. How do you feel? Það er næstu í 30. Do you feel old? Já, mjög. Oj. Eða sko, nei. 27 flott, Já. er það samt? Sko, þegar þú ert 26, þá ertu ekki gamall. Nei. En þegar þú ert 27, þá ertu alveg gamall. Já, en 28, mjög gamall. Já, og 29 er bara svona næstu í bröðinni. En 30, þá ertu aftur ungur. Já, einmitt, já. Því þá var nýr kafli, þá ertu þú veist yngst af þeim sem eru 30 og eitthvað. Já, einmitt. Já, ég er mjög spennt fyrir 30 ára. Ég líka nefnilega. Ég held að það muni vera my peak, eða svona my 30s. Já. En eigum við að kveikja á kerstanum. Já. Við náttúrulega hefum átt að syngja þegar að það eru búið að kveikja kerstanum. En við erum með köku, afmælisköku. Það er ekki eðlilega kirknileg kaka. Það er svona ekki cute. Ógeðslega cute. Ég vona að ég geta séð hana almennilega, betur ég ætla að halda henni aðeins upp. Já, ekki missa hana. Það ég myndi missa hana á kveiki. Það er mjög fyndið. Það er gott content. Með fyrir hinn myndi alveg. 27. Á ég að blása? Já, blástu og óskaðu þér eitthvað fallegt. Þetta sleppur. Og náður þessu samt ekki. Ég trúi ekki að það verði ekki nátt feimur kertum í einu. Húra, húra. Það eru bara 2 kertum, náður ég samt ekki í einu. Þetta var samt alveg frekar sterkt blás. Já, reyndar. Á ég að skera hana fyrir ykkur? Já! Oh my god, I'm so excited. Ég kom frá Ameríku morgun, þannig ég er mjög til í köku. Já, ertu ekki þreytt? Jú, ég er mjög þreytt, en bara hress. Oh my god, já, það er svo, ég er náttúrulega nýkomin frá New York, það er svo margt sem við þurfum að tala um að segja, sko, við erum bókstaflega ekki búin að hittast í, mér líður eins og svona mánuð. Við ákvaðum bara að taka okkur svona ponsu sumafrí að því hún fór til New York og eitthvað svoleiðis, en við erum back in business. Back and better than sorry ever. about that. Já. Oh my god, það er smá erfitt að vera hérna með podcast og að skera köku á saman tíma. Eins og að það sé ekki kökupodcast. Já, ég veit ekki hvernig kaka til, ég held að það sé eitthvað saltkarmari. Góð. Já, hún er mjög góð. Ég keypti hana í Hagkaup í Smáralind. Ég vildi hefði baka hana en tíma Það hefur verið flottara. Ángríns, það hefði verið svolítið skemmtilegra, en ég hef ekki haft tíma. En, já, ég er nýkomin frá New York. Mér fannst þú vera úti í 2 mánuði. Ángríns, ég var alveg frekar lengi, sko, ég var í viku. Mér fannst þetta svolítið líða mjög hratt. Já. Ég skemmti mig konunglega. Já. Mér langaði ekki að fara heim. Það er crazy. Það eru svo mikið svart og hvít. Ég veit það. Ég bara þegar ég er búin að vera 1 eða 2 dagar í New York, það eru bara, já, bless. Og ég mun ekki sakna einn. Ég veit ég þarf að teistast þessu köku. Góð? Já, mjög góð. Bara vel vali hjá þér. Já, takk. Ég ánum með hana. En nei, mér langaði ándurs að vera hana bara að eilífu, sko. Hann er sjáum til, mögulega kannski mér í flytja, sjáum til. Oh my god, pældu í djömmanum. Ángríns, pældu í stelpuferðunum. Þeir myndi koma að heimsækja mig. Það væri geðveikt. Það er því iconic. Ángríns, mér er að hugsa hvort að hafa eitthvað fyndið gæst að mér út. Það var mjög margt fyndið sem gerðist. Já, gerði eitthvað astnalegt. Dastu eða varstu næst í rænd eða? Nei, ég datt ekki. Það gerðist ekkert slæmt. Nei? Það var bara, ég var bara góð, ekkert vesen, sko. Ok. Það var þetta mjög fyndið. Seinasta daginn satt ég í garðinum og var eitthvað að lesa. Bara eitthvað killing time áður en ég þurfti að fara og þá kom eitthvað gæi upp með mér. Já. Og var eitthvað svona, eitthvað afsakið. Og byrjaði eitthvað að tala um mig og var eitthvað, do you like philosophy? Hvað er það? Heimspeki? Eitthvað, já. Eitthvað, sure, eitthvað. Og fór eitthvað að tala um mig þetta. Og svo var hann eitthvað að spyrja númerið mitt og ég bara, nei, sorry. Anyways. Og svo fór hann. Já. Og svo var eitthvað gæi sem satt hérna við hliðina á mér eftir 2 mínútur sem segir eitthvað svona, oh my god, þessi gæi svo skrýtur ég eitthvað hvað. Og þá var hann að segja að hann er búin að vera að gera þetta og við erum svona 5 gellur í garðinum, labba á milli. Og spyrja hvert er fyrir heimspeki? Ég bara spyrja númerið þeirra, skilur. Þú veist, ég leit fyrir aftan mig og þá var hann að gera þetta við eitthvað aðra gellu. Svona, það er svo skrýtið að labba og gera þetta.
og líka að maður við hliðina á þér var bara eitthvað að spotta þetta, var bara eitthvað, þetta er weird. Já, ég bara, mitt. Mjög weird. Ég sko, í þessari pásu sem við tókum, þá lenti ég 2 atvikum Nú, ok. sem ég bara kemst ekki yfir. Ok. Oh Do my tell. god, ég er í sjokki yfir sjálfur mér. Ég bara í alvörunni, ég er ekki húsum hæf og ég ætti bara, þetta samt gerist heimi á mér, þannig að ég get ekki eins og verið heimi á mér. Ok. Ok, sko, ef það er að horfa, vonandi Já. kannski sjáu þið að ég er með svona ör hérna. Já, hún er með ör niður ennið eins og Harry Potter. Já, ég er með ör á enninu eins og Ég get sett inn mynd á skjáin. Já. Og ég var sem sagt, opnaði ískapinn, ætlaði að gefa stráknum mínum að borða. Og ég fæ eitthvað svona svakalega þörf til að hnerra og ég hnerra beint á sko kantinn á hurðinni og skalla hurðina og ég fæ bara opinn skurð á andlita á mér og byrja bara að blæða og svo fæ ég kúlu. Oh my god, nei, þetta er sko það fyndast þetta til þú sendir þetta vídeo. Já. Ég var í kasti. Varst þú ekki í New York? Jú, ég var bara eitthvað lappandi úti, bara eitthvað eina verslaði eitthvað var á Já. og það var bara eitthvað í alvegni hlæjandi upp á, lappandi í New York, bara eitthvað. Oh my god, þetta var svo fyndið, sko. Við þurfum eiginlega, ég þarf eiginlega að setja þetta myndband bara á Instagram á okkar. Já, ángrín, sko. Þetta er ógæðslega fyndið, Þetta sko. er bara eitthvað sem myndi gera sig þig og þetta er auðvitað að fara að vera ör, sko. Þetta er auðvitað bara að fara að vera örað eilífi. Já. Og ég er bara, hnerraðir. að ég hnerra á ískapinn. Hver gerir svona? Ég bara, Oh my god, þú ert mikil hlaup. Við erum reynda báðar mjög mikil hlaupa, sko. já, en ég er bara á okkur öðru leveli, sko. En, ok, og svona Þetta er nokkur dögum setna, kannski viku setna, Mhm. að þá kem ég heim og er eitthvað að skipta um föt, fara úr uniforminu í föt og var ekki að mikið að drífa mig þegar ég var að fara í matið tengdó. Og hún á heima bara rétt hjá okkur, þannig að það bara að labba í gegnum garðið minn og þá er ég bara nánast komin. Og þetta var ógeðslega gott veður, ég hleyp inn, næ í peysu úr þvottarhúu, bara hendi mér í hana og labba svo út Ok. og svo fer ég eitthvað, þú veist, í gegnum garðin og segi hæ við nágrannana og eitthvað og svo kem ég inn til tengd og er að fara úr skónum og þegar maður fer úr skónum þá horfum maður niður og þá sá ég að það var hangandi G-strengur svona út frá peysunni. Þannig að ég var bara búin að vera að labba yfir, segja hæ við nágrannana og eitthvað með hangandi G-streng. Það við taka eftir því. Ég veit það ekki. En þú veist, myndi bara segja eitthvað. Er ekki bara Er það? Ef þú Ég veit það ef þú ekki. myndir hitta nágrannaðinn og hún væri með hangandi G-streng á sér, myndir þú segja eitthvað? Ég veit ekki, það er eftir hversu vel ég myndi þekka hana. En ég hugsa samt að ég myndi alveg vera bara eitthvað svona, ég bara láta að vita, ég held, það er nærpustunum á þér. Ég veit það ekki. Ég veit það, en það er samt smá svona að vera girls girl og segja frá, fattar mig. Já, einmitt. Þú veist, þess að myndir ekki, þú veist, ef það var eitthvað gælla sem að þú myndir sjá nærbustur hennar eða það væri eitthvað að, ef það var með klóspapir aftan á pilsinu sínu eða eitthvað, Já, myndir jú. ekki láta hann vita. Jú, ég myndi En alltaf gera. þú veist, það er vandræðilegt en það er samt miklu betra en að segja ekkert. En sko, sem betur fyrir var þetta svona svört blúnda. Já, Þannig að Þetta leit alveg kannski smá út eins og... það er bara eitthvað skröð. Já! Oh my god, það er öðrulega að finna samt. Var þetta hreint gistrengur og það er slík? Já, hann var reynd. Þetta var bara í, þú veist, þvottarhúfunni minni. Oh my god, það er svo veitir. Oh my god. En já, flott. Ég er bara á ekki til orð. En bara verða ykkur að góða. Ég vona að þið geti hlegið að mér. Ég get lega það er endalist. Oh my god, nei það er ekki alveg. En allavega, Hér er þú með ör. þetta ör er komið til að vera. Jóhanna og Potter. Við ætlum bara, Jóhanna Potter er komið til að vera og við ætlum bara að embrace it og elska. Þannig að Já, við erum bara til í það. Þetta er eitthvað ekki mjög augljóst, maður tekur ekki til ég er náttúrulega búin að tróða meikjón í þetta, sko. Og nýtt, þetta er bókslega skurður, sko. Já, ég veit það. Og ég er alveg svona aum í þessu ennþá. Og þú Já. veist, það er alveg 2 vikur síðan. Jésús minn. Ég gleymis alveg þegar að þrýfa mig og þú veist, skrubba mér andlita og eitthvað, þá er ég bara eitthvað svona, akkur er mér svona illt hérna, bara, ég er með skurð. Þú algjör hrakfalla, hvað er maður, hrakfallabálkur? Hrakfallabálkur? Já. I was right. That's me. Oh my god. Ert þú með eitthvað skemmtilega sögu svona onni þetta? Já, eða sko ég ætlaði að segja eitt, en ég ætlaði bara svona aðalega ekki kannski beint saga, en þetta meira bara svona, hvað finnst þér um þetta? Ok, ég var
hitti manneski, nefni ekki nöfni að segja ekki neitt bara, en þú veist, Manneski var þetta kona eða kall? þetta var kall. The details are blurry. Nei, það er ekki blurry, en ég ætla ekki að fara í dítalana. Nei, einmitt. Það er maður. Ok, og hann sagði mér að hann sem sefur á nóttunni, Já. ok, hann býr í New York, hvernig sagt það, Ok. sem er hættuleg borg. Já. Já, þú veist, Þórborg. Hann sefur á nóttunni með sverð við hliðina á rúminu sínu. Finnst það ekki skrítið? Sverð? Já, en er þetta svona dótasverði, er þetta bara Nei, þetta er svona samurai sverð. Svona þessu japanskt. Er það ekki bara ólöglegt? Kannski ekki í Bandaríkjunum, ég veit það ekki. Oh my god. En fyrst og fremst Samuræja? Byrju, ég ætla að Googla googla þetta. Nei, en sko, út af hann sagði mér þetta, ég eitthvað, já, ok. Þú veist, mér hefði fyndist eðlilegra að sofa með hníf við hliðina á rúminu sínu eða eitthvað svoleiðis, eða kannski svona kylfu, eða eitthvað. Já. Ok. Þetta er svona sverðið svo í Fruit Ninja. Já, þetta er svona ninja-sverð. Já. Hefur hann alltaf langað að vera ninja? Örugglega. Ég held að hann sé ekki eitthvað ninja kall, sko. Nei, þetta er bara full on sveðja. Já. Sko. Mér fannst það bara svolítið áhugavert að ég greið maðurinn segir mér því trúnaði svo ég að segja öllum hérna á Íslandi. En sagði hann við þig, ég er að segja þetta í trúnaði? Nei, reyndar ekki. Ég fórum að tala um þetta og ég var að tala um til að brotist inn til mín í London og eitthvað svona. Og sagði hann það bara, veistu hvað? Veistu hvað ég geri? Þú heitir ekki þetta líka? Nei, ég man ekki. Ég man ekki hvernig þetta kom upp. Þetta var allavega, þú veist, það var ástæði fyrir hann sagði þetta. Hann var ekki bara segið mér til brúður. Oh my god. Ok, þetta er held ég að asnalegt að segja Ég er alltaf að lenda í því að fara... Nei, ok. Strákar sér að segja mér eitthvað svona asnalegt. Það er greinlega bara svona auðvelt að opna sig við þig. Já, ég held að það sé málið. Ég svona læt fólk opna sín dýpstu lendamál og svo sem talið á podcastinu mínu. Nei, joke, grín. Nei, við tölum ekki allt hér. Nei, við erum algjörlega að grínast. En það er náttúrulega engar líkur að hann bæði skilji íslensku. Hlusti á podcastið og skilji íslensku. Nei, nákvæmlega. En ef þú ert hérna, þá bara velkomin. Velkomin og bara, þetta er flott sér, við erum ekki að dæma neitt. Nei, þetta bara kemur þetta að góðum nót, eða þú veist, vonandi þarfstu aldrei að nota það reyndar. This is just an open, safe space for everyone. Já, og kannski mun þetta bara vera nýjast hendi, svo með sverðið hliðina á rúminu. Einmitt. En ég held að sé samt ekki löglegt á Íslandi. Nei, bara ekki, hana, don't do it. Nei. Ef þið kaupið ykkur sverð, ekki komið það til Íslands. Nei, don't blame us. Við tökum enga ábyrgð. Ég var að fara í, ertu búin að vera með eitthvað obsession? Já, ég er með nýtt obsession. Hvað? En það er svolítið leiðilegt að það er ekki til á Íslandi. Ok, hvað er það? Púðrið? Já, það er nýja bleika L'Oreal lausapúðrið. Þetta er mjög gott púður. Oh my god, sko, veistu hvað? Ég held að ég fíla þetta betur en Huda. Hæ? Nei, ég er sjokki, í alvörunni? Já. Ok. Ég held ég gera, af því að ég nota yfirleitt Huda. Já. Ég er alveg svona frekar fljót að glansa þegar ég fyrir flug. Eftir það. Ég notaði hitt einu sinni fyrir nætuflug. Kom heim og ég var nákvæmlega eins. Oh my god, já, ok. Þannig að ég var í sjokki. Ég var bara eitthvað, ok, þú veist, var eitthvað svona að tjekka hvernig smettað mig var eftir flug og ég bara, þetta stóðst ándjós öll próf. Geggja. Þetta er líka svona ljósbleikt að litur, þannig að þetta get svona brightening. Já, þetta lýsir upp og bara helst matt á stöðum sem ég vil vera mattir. Geðveikt. Þannig ég elska. Já, ég fíla það líka sko, en tímiði fæst bara í Bandaríkjunum, þannig að ef einhver á leið til Bandaríkjunum. Og það er líka bara mjög oft bara uppselt í Bandaríkjunum. Já, þannig að leið að ég sá það var bara, en nú ætlum ég 100% að stokka upp, af því að I love it. It's very nice. Já, en þú? Já, ég með, svolítið leðilegt líka út af því, sko, þetta fæst í Bandaríkjunum, við erum svaka bandarískar í dag greinlega, en þetta fæst líka í kosti og það er EOS bodyljósunið. Ég er búin að elska það og sérstaklega nýja uppáhaldslyktin mín er hann Coconut Waters. Er gamla lyktin mín og uppáhaldsnýja lyktin mín er gamla lyktin mín. Já, ég svona fyrir sumarið fílaði Coconut Waters. Já. Mjög mikið og ég held að síðan kannski í haust mun ég sviss aftur í vanilla hvað heitir það, Cashmere. Já, vanilla Cashmere. Já, en mér finnst það þetta er svo næst bodylótion og ég líka hata, þú veist, og ég setja með bodylótion okkar minnst þeim, því ég veist þurra húð. Embla, þeir sem þekkja ekki Emblu, hún er bodylótion fíkill. Ég klára það svo ógeðslega hratt. Við keyptum okkur svona til að bera saman, ég er svona eðlileg manneskja og hún er ekki.
þegar við fórum til Chicago, þá keyptum við okkur báðar heila dós. Já. Af Dós. heilan dúk. Já. Dós. af EOS, bodylósuninu. Og þú varst búin með hana Hann 2 vikum. á 2 vikum og ég átti ennþá til eftir, 1,5 mánuð. Ángreið, sko. Þú lætur á því svona 2 á dag. Nei, ég læta á mig einu svona dag. Já. En ég læta á mig hverjum einasta degi og þú veist á allan líkamann. Já. Og alveg svona út í ég með svo þurrahúð. Þannig að þú veist, ég þarf bara svona að maka mig í þessu, drekka mér í þessu sem ég. Já. Þannig að ég veit ekki hvað þú að nota þetta oft. Svona annað hver dag. Já, ok. Cirka. Já. Eða svona annað hver 3 hvern. Það fyrir, þú veist, ég gera það yfirleitt þegar ég geri everything shower, þegar ég skrúpa mig og þú veist, okay. og svoleiðis. Já. En ég læt nú yfirleitt á hverjum degi, þú veist, svona á hendurnar og bringuna. Já, bara upp á lykt og þú veist já. Það er bara svo ógeðslega góð lykt af þessu, sko. Ógeðslega góð. Ég keypti líka hana, núna komið í sömu lyktum bodyspray. Já, einmitt. Þannig ég keypti Vanilla Cashmere bodysprayið með. Ertu búin að fíla það? Já, fíla. Geðvegt. En mér finnst það svolítið líkt þarna gula San Nero. Svolítið Sanero. Sanero. Eitt við Jóhannu, hún er lélega að muna svona brand names. Alltaf að tala um eitthvað merki, eitthvað svona, og segja alltaf eitthvað vitlega. Það er þetta rétt. En mér finnst það mjög líkt í, en aðeins samt svona sætari kantarum. Ok. En ég fíla. Alright, en ef við henda okkur í Drama of the Week. Já. Við erum með eitt gott drama. Vilt þú lesa það fyrir okkur? Veldum eitt gott. Og þið þurfa að vera duglegri að senda inn. Okkur vantar fleiri drama. Já. We're running out. Já. Þannig að við munum setja líka linkin í story okkur til að minna á. Hæ stelpur, það er strákur í vinninu minni sem ég held að sé með þing fyrir mér. Hvernig veit ég að hann er hrifin að mér eru ykkur signs? Spenno girl. Hvað myndir þú segja? Hvað eru signs? Sko, ég held að sé signs að hann svona komi til þín að fyrra bræði oft. Sækist mikið í það að vera í kringu einhvern veginn. Já. Þannig að hann þarf ekki endilega að vera í kringu. Já, kannski svona setjast hjá þér í mat eða kemur til þín og beðir með ráð eða eitthvað svona. Já, ég myndi segja að það er eitthvað svona stærsta signið. En kannski svona, þú veist, horfum ekki á þig svona til hann að tala við þig. Þú veist, þetta getur alveg verið, hann sé bara vinalegu líka, en það gæti verið sign að hann sé eitthvað að pæla. Já. Mikið áhuga á, þú veist, fyrir þínu lífi, svo að spyrja mikið, kannski svona finnir afsökun til þess að líka svona snerta þig. Þú veist, eitthvað svona koma, þú veist, ef hann er eitthvað að hlæja, eitthvað svona komið við öxlina hérna, eitthvað svoleiðis fattari. Svona litlar afsökunir til að svona koma smá við þig. Og bara kontakt líka á maður getur alveg séð það. Já, og kannski líka svona, ef hann er, þú veist, líður eins og hann sé ofta að reyna að eitthvað svona impressa þig, þú veist, reyna að segja eitthvað fyndir, reyna að fá þig til að hlæja, eða fatta eitthvað ég meina. Já, að segja eitthvað, þú veist, svona smá hitjusveira af sjálfur sér. Já. Þú veist, ef þú ert að segja eitthvað, þá segir hann bara eitthvað svona, já, ég ger þetta einsni. Já, einmitt. En, já, ég veit ekki, en það síðan getur náttúrulega verið, þú veist, að fólk sé bara úkslega vinalegt og þetta getur alveg fallið undir það líka, skilur ég mig. Þannig ég myndi segja besta leiðin til þess að koma að staði hvort hann sé með þing er, þú veist, að taka eitthvað smá meira skref. Já. Hvort það sem að sé að hinta eitthvað, að þú setja eitthvað smá fyrir hann líka, eða I don't know. Kannski follow hann á Instagram eða eitthvað? Já. Eða eitthvað svolítið? Já, eitthvað svona lítið skrif, eitthvað svona, þú veist, sína. En svo er náttúrulega bara að vonast til þess að hann verði bara a man og gerir meira. Makes the move. True. Because we love that. True. We girls. True. En þú veist, ég er eitthvað að segja að þeir eru alltaf eitthvað bara kallin að gera og mí. Nei. En þú veist, let's be honest. We like it. We love It's it. Nice. Og ég held líka bara að þeim finnist gaman að chase eins. Já, eða svona allavega mestuleiti, svona flestir, þú veist, án þess að vera bara allavega hérna alla, þá svona að mestuleiti myndi ég segja. Já, að þeir fá alveg svona pottet meira úr því að þurfa að hafa eins fyrir ykkuru. Já. Og svo fá það. Já. Svipurinn á því. Fá það. Já, sko það sem ég hugsa líka alltaf, þú veist, eins og bara tengsluðið með mig, bara sem dæmi, þú veist, ég er ekki típan sem að make up fyrsta móvið, en bara, ég er bara ekki þannig típa, skilur, þú veist, ég er svona aðeins meira tilbaka, ég er ekkert gett svona mest confident gæla í heimi, bara eitthvað, make the first move, þannig að ef að ég myndi make up fyrsta móvið á
á okkur strák, þá er ég smá svona að byrja sambandið á smá svona að vera ekki ég sjálf, nei þú veist, já, en sem fattar að vera ekki ég sjálf, þú veist, þá heldur hann að ég sé þannig týpa sem ég er ekki og þá heldur hann að ég, kannski finnst honum það geggjað, eða ekki að spennt fyrir því og svo er ég ekkert að halda áfram að vera svoleiðis fattar hvað ég við, en auðvitað bara samt, þú veist, peppið við alla ég mega fyrsta movie eða eitthvað langra þú veist, það er bara geggjað. Já, algjörlega, af því að köllum finnst það líka hot, sko. Já, en bara eftir, þú veist, ef það kemur náttúrulega fyrir þig, skilur. Já, algjörlega. Fyrsta þótt ammali. Allir að senda með ammæliskveð. Já, ég er bara núna drottning Íslands í núna. Já, ef við sjáum það nú götu knúsa hana til að fengja ammali. Já, einmitt. Hvað er eftirminnilegasta ammalið sem þú hefur átt? Sem þú manst eftir? Ammæli okkar. Já. Það var enda mjög skemmtilegt. Ok, þeir sem vita ekki, þá er ég ammæli í júní, ammæli í ágúst, en við ákveðum að halda 20 ammæli okkar saman í júlí. Já, í júlí. Í miðjunni, sem sagt. Í miðjunni, já. Og heldum 20 ammæli okkar saman. Það var svo skemmtilegt. Og það var svo ógeðslega gaman. Það voru líka ógeðslega margir sem komu. Þetta var alveg stórt ammæli. Brjálæðislega mikið fólki. Já. Og við semst leigðum bara bar. Já. Austur. Já, austur þá, hvað heitir þetta ekki, Utopía núna? Utopía ég hef aldrei farið á þangað, en þegar það var austur þá leigðum við semst austur. Þegar austur var the shit. Já, leigðum austur. Og það var bara, þú veist, opin bjórbar og DJ og við fengum að skreita og koma með fótóbúð. Þannig við vorum með, þú veist, private til klukkan held ég 11 er það ekki og þá opnaði bara skemmtistæðurinn. Þannig svona frá kannski 8 til 11 eða 7 til 11 eitthvað, þá var bara okkar fólk. Þannig að við fengum okkur matching kjóla. Ég var algjör skvísur. Ég var í bleiku. Já. Og við vorum bara með alveg eins blöðurur, komið ógeðslega mikið fólki. Og það var geggja fótóbúð. Já. Já, en það allar myndunar. Svo gaman að skoða myndunar og sjá alla sem komi. Oh my god, við erum að fara yfir það saman. Já, ég held að segja inn á tölvunum minni. What? Ég held að segja inn á tölvunum minni. Inn á flakkanum mínum, ég þarf að sína það. Oh my god, það kom líka alveg fullt af alls konar randa fólki. Já. Og við vorum líka að segja við fólk bara eitthvað svona með alveg bjóða bara einhverjum, skilur. Já, með komum vin ykkar, skilur. Af því að þetta var bara heil skemmtistæður, þá vildum alveg hafa marga. Já, vildum ekki vera bara eitthvað 10 eitthvað. En það er 110% upp á samali mitt af eilífi. Já, það var mjög skemmtilegt. Getum við gert það saman með 30 samali okkar? Það væri svo skemmtilegt. Getum við? Getum við please? Leikta eitthvað, gert eitthvað gestórt. Það er hvað? 3 ár í það? Það væri 2009. 2030. Nei. Víst. Nei. Við erum ekki núlumótel. 2009. 2009. Þá erum við að halda eitthvað að risa. Já, let's do it. Við erum að gera, og líka þau erum færtar. Já, og verður saman 100 ára. 60, 70, 80. Á 10 ára fresti og haldum við risapalli. Ángríns. Það verður svo skemmtilegt. Oh my god, já. Það er svo góð mynd. Getum við haft í 30 ammælinu okkar, getum við haft svona jarðarferð heima. Já, svona rest in peace to my 20s. Já. Og allir svörtu, það er svo góð hugmynd. Og við með svona, þú veist, já, svo fyrir andlutinu. Já, það er svo góð hugmynd. Ok, gerum það. Ég er svo til það. Það er alveg stutt í það. Smá. Já, þegar þú varst lítil, hvernig var ammálið þitt vanlega? Varstu með, þú veist, ammálið svona bekkjarammálið heima? Já. Gerður ekkert um hann í svona boltalandi? Nei, ég var náttúrulega bjóð á Selfossi, það var ekkert svoleiðis. Ég gerði ekki heldur þegar ég var lítil. Þannig var alltaf bara heima og þú veist, það var pizza, skúffukaka og svo pakkaleikur og eitthvað svona, bara stoppdans og stóladans. Ekki setjudans? Nei, alltaf það sem að stólar. Já, stólaleikurinn. Já. Veistu hvað setjudans er? Já, eða þú veist, að maður ekki bara að setjast og það sem er síðast er já, bara alveg stoppdans þegar maður var að setjast. Við fórum alltaf í það, síðan fórum við einu svona í eitthvað svona að mamma var búin að setja fullt af skrýttum fötum í pókastórun ruslapóka og maður átti svona að láta það ganga og draga og svo átti maður að fara í átfittin. Það er svo mikið mamma einu. Og afi minn var með í því. Afinn? Já. Oh my god. Ógeðslega krútt að mynda honum eitthvað í fötunum. Mjög fyndið. Það er eitthvað ógeðslega fyndið. Já. Bauðstu mér eitthvað tímann í ammæli í Austá? Nei, og ég held ég að ætti að halda svona bekkjarammæli. Já. Þú veist, þú komst náttúrulega í 8. bekk. Já. Oh my god, ég man ekki hvernig ammælið mitt var, þú veist, í júlíkidættinni. Var þetta ekki alltaf bara eitthvað, manstu, við fórum ógeðslega oftar einhver átti ammæli út að borða bara. Jú. Á til dæmis Ítalíu. Já. Við gerum það nokkuð sinnum. Eða, eldsmiðina. Já.
Ég manna, við gerum það og svo tókum við okkur saman og borgum fyrir matinn hjá afmælisbarninu. Já, jú, við ég vorum manna svona að vinna með það en ég var ekki mikið, þegar ég var svona úlingur þá var ég ekki mikið að halda einhver afmælispartí í rauninni. Ekki þannig, nefnum bara tvítursamlokkar. Já, og ég er ekkert eitthvað gæða mikið fyrir það en það í dag, eða þú veist, mér skemmtilega svona að gera með einhverjum, mér finnst þetta svolítið pressa svona ef ég myndi halda eitthvað partí núna bara fyrir mig, smá pressa það verður eitthvað svona, allir að koma að fagna mér Já. En mjög gaman að gera eitthvað samt, sko. Já, við höfum nú yfirleitt. Ég hef sko 2 svar held ég komið út í afmælisferð til London. Já, það er satt reyndar, það var alltaf mjög skemmtilegt. Og við höfum yfirleitt bara verið saman á afmælinu mínu. Já, einu sinni þannig að var það ekki útskrift og afmæli þegar við fórum á hótelið. Jú, það fórum við á hótel og spa og út að borða líka. Út að borða, já. Og það var bara COVID, þannig að við bara nánast máttum ekki vera hana og við þurftum bara að vera inn í litlu hótelherbyggi. Já, og við gátum alltaf ekki að fara út að jamma, þannig að þetta var bara ógst skemmtilegt. Þetta var mjög gaman. Við vorum bara með, þú veist, spil og drykki. Já, inn okkur hótelherbyggi, allar saman með spil og drykki og ógst skemmtilegt. Og þegar maður er svona gamall. Já, þú veist, þegar maður er svona gamall, þá er þetta bara það sem ég þarf, skilja. Ég er bara að vera með ykkur stelpunum, þú veist, og já, drekka, spila, spjalla. Já. Dansa. Já. Frá ángrís, það er að skemmtilegast sem ég gerir, sko. Já, ég líka. Ángrís, það er bara ekkert sem toppa. Já. Og það er alltaf gaman. Já, það er aldrei ekki gaman. Nei, ég veit það. En ef við henda okkur í topic, við erum með smá svona auka topic, þáttu við sem nú búin að bladra endalaust. Já. Já, við erum með smá svona side chick. Side chick? Side topic. Side chick topic. Já. Og við ætlum að tala svona hluti sem að foreldrar ljúga sem er ekki satt. Svona hluti sem við trúðum sem börn. Já. Og líka, svolítið gaman að svona hvenær fatta eru. Já. Að þetta væri ekki rétt skilur. Einmitt. Ok, vilt þú byrja? Ef þú blótar, að það væri tunga einsvert. Oh my god. Eða þú segir eitthvað svona ljótt. Já, það var sagt um mig ef þú lýgur, þá væri svartan punkt á tunguna. Og hann myndi stækka eftir því sem þú líði meira. Þú veist, þangur til að tunga verið öllum sverst. Oh my god. Já. Það fyndi. Fyndin lígi. Já. Það er smá svona sama saga samt en aðeins öðruvísi. Já. En ég alveg svona, ég man alveg eftir því að ég prófaði að segja fuck og svo tjekka ég. Það? Hvort þú væri ánir svart. Og svo bara nei. Ha? Já. Þetta var bull. Ég var sagt til þig að ef að þú myndir vera rángjur eða gretta þú myndir festast varleis. Já, ég skrifaði líka á mér að gretti á festista. Já, ég trúi því alveg svolítið lengi sko. Ég maður svona ekkert hvenar ég hætti að trúa þig en ég trúi þig lengi þegar ég var lítil. Ég segi þetta alveg krakkana sko. Já, hún er kolun. Já. Ég meina, þetta er bara classic. Þetta er bara classic. Að ef þú horfir inn í örbylgjuofn þá verður blindur. What? Eða þú veist, það er ekki gott fyrir augun eða eitthvað. Það sé svona ekki gott. Að horfa inn í örbylgjuofn. Það er ekki gott að standa fyrir framan örbylgjuofn. Akkur ekki? Og það er bylgjurnar geta farið í þig. Hæ? Bylgjurnar. Örbylgjuofn. Þetta eru bylgjur í þessum ofni sem er ekki góðar fyrir mann. Eins og þú mættir ekki setja örbylgjuofn fyrir framan pungin á manni þá geta hann orðið ófrjór. Ég hef ekki heyrt það. Ég hef aldrei heyrt það. Kannski ég búið það til, ég held samt ekki. Aflega, þetta er 100% eitthvað sem það var sagt við því sem barn. Það var eitthvað myndir að segja þetta um mig sem barn. Bara aflega, þú veist það. Ef einhver pungur er nálægt örbylgjuofni að vera ófrjór. Nei, þú veist, oft, ef myndir standa ekki í klukkutíma, skilur ég. Þú veist, alveg vera alveg lengi. Aflega, það verður ekki ófrjór á klukkutíma. Ok, 2 klukkutíma. Lengi, en allavega, þetta er eitthvað þing samt, sko, þetta er ekki gott fyrir þig. Nei, en þú veist, á ég þá bara að setja pappi mitt inn í örbylgjuofnin og hlaupi í burtu. Já, það er bara standa til hliðar. Bara standast til hliðar. Æ, ég veit ekki. Og þú sést að fara að borða matinn sem kemur úr þessu, þannig að þú veist, þú fær alltaf bylgjunar í þig hvort. Ég held að það sé mýta. Mýta píta. Ég held að mig alveg bara. Prófa það, tjekka hvort það verið blindu ekki. Já, ég náttúrulega classic er ef þú horfum mikið sjóvarp, ef þú stóð nála sjóvarpinu, það var augun kassalegu. Já. Manstu eftir þegar við vorum litlar, við erum svo gamlar. Já. Og það voru svona túpusjónvarp. Að þegar maður snerstu þau, þá kom smá svona streymur. Já, og svona smá svona loðið eða svona skrítið. Já. Pældi, þú veist, flesti sem eru að hlusta á þetta veit ekki svona hvað erum að tala um örugglega. Oh my god. Pældi þið. Og þú manst þær eftir spólum. Já.
maður þurfti alltaf að spóla tilbaka áður en maður horfði á myndina. Já, og líka það að ég man svo vel, ég átti svona sjónvarp, það sem var svona innbyggt, Já. Svona DFD, Já, þetta heitir ekki eins og DFD, spólutæki inn í, og einhvern tímann þegar ég var að taka spólun út, og þetta gerist alveg nokkur sinnum, þá festist putti minn á milli Oh my god. og bara fletti af puttanum mínum. Ái, oh my god. Ógeðslegt. Æi, Þannig ég er alveg með guð. vondar minningar Af spólunum. af spólanum, sko. Oh my god. En varstu með eitthvað svona uppáhaldsspóli? Já, Þyrnirós. Ég elska Þyrnirós. Að það? Já. Já. Og uppáhaldsdegi mitt var hérna vondanornin, meinhæsta. Ha, var hún uppáhaldið þitt? Já, ég elska hana. Okkur? Ég veit það ekki, ég bara elska hana. Það er svona geggi. Það er mjög... Ég var alltaf, þetta var bara þegar ég var 2 ára eða eitthvað, ég var alltaf að gera svona gett reið á sveipin til þess að þykist vera hún. En hérna, ég hélt alltaf sko þegar ég var lítil, eða í smástund, út af því að við áttum túbusjónvar sem er svona bara eins og kassi, þannig að þegar við vorum að horfa á barnatíman og það var, þú veist, annað Birta og Bárður, þá hélt ég að þau væru inn í sjónvarpinu. Í alvöru. Svo litli kallar. Ég þú veist að það væri bara eins og fiskabúr, skilur, að ég væri bara að horfa gegnum gler og þau væri inn í og ég ætla að horfa á hliðin og tjekka. Það er svo aðstæðlegt. Ég veit það, mjög aðstæðlegt. Áttu þú uppáhaldsbóli? Já, ég horfði rosa mikið Harry Potter. Það Já. tilvöru. En, þú veist, ég var samt alveg orðin á gömul til að horfa á það, sko. Já. Þetta var Harry Potter nr. 1. Ég byrjaði örugglega að horfa þegar það var komið á DFT. Eða, þú veist, Já, Það var- ég átti á spóli, sko. á fyndi. RIP spólur. En svo átti ég náttúrulega Ísöld nr. 1 og það var uppáhalds. Síðasta melónan. elska Ísöld. Svo mikið. Elska Ísöld. Ég var að horfa á Ísöld um daginn Það. og ég skemmti mér svo konunglega. Við höfum áður talað um Ísöld. Ísölds biggest fan. Ég elska Ísöld. Já. Eitt sem ég man líka eftir að hafa sagt um mig, mér þetta fyrir evil, hún sagði hérna, en ég skil alveg af hverju, en það var kennari í skólanum, sagði mér, ég var ekkert mann með skæri og var svona klipp út í loftið, og hún sagði mér, ef ég klipp út í loftið, þá klippi ég vangi af englum. Já. Og ég man alveg, ég var smá miðurmynd þegar hún sagði þetta. Oh my Því ég var smá bara eitthvað svona, oh my god, er ég búin Varstu búin að vera bara eitthvað bing, bing, bing? Nei, ég var bara eitthvað að leika mér, ég var bara eitthvað svona ekki að pæla, bara klippa og þú veist, hún vildi veintilega bara ég myndi hætta að klippa, en ég fekk Já. alveg smá hjarta þegar hún sagði þetta, sko. Oh my god. Já, svolítið rosalegt. Já, fólk getur alveg verið smá ívól. Já, mér finnst það svona smá mikið. En eitt sem ég svona, og það situr alveg svona ennþá í mér, að ef að þetta gerist, þá er ég svona, Og það, hvað er það? ef ég stíð á játtsmið, Já, að þá kemur rigning. já, ég er búin að vera að finna játtsmiði, svona af og til í gluggakistinu minni. Já. Þetta er einu pötuna sem ég finn heim hjá mér, og ég held að kísunar dreipi allar aðra pötur sem að er heim hjá mér. Þess vegna er búið að vera svo mikið rigning. Nei, en ég dreipa það ekki, út af því ég er bara eitthvað svona, ég get ekki dreipa, það mun koma rigning, Já. þannig ég setja alltaf út. Já. Hvað er Þú á veist, manni? Þetta er eitthvað svona, Þetta er eitthvað bara svona fast inn í Já, hausnum á manni, ángrín, sko, mjög fast inn í hausnum á manni. En það Nei. var bara frekar fallegt. Fyrir þá, Já. þáttur þá. Já. Og það var alltaf sagt hérna í skólanum hjá mér, og það mátti ekki vera með húu inni. Þetta var fyrst aðan þú byrjaði í skólanum. Ég man bara svo vel eftir þessu, það var alltaf sagt að ef þú ert með húu, ef þú ert með húu inni, þá myndi vera sköllóttur. Ó! Já. Og ég trúi þessu gæt lengi. Oh Það myndi bara eitthvað svona hármyndi, ef þú verður of lengi með húu, þá myndi hárið bara svona kapna og þá myndir þú fá skallablett. Jesus. Já, rosalegt. Já. Svakalegt hvað fullanda fólk er alltaf að ljúga á börnunum. Það er rosalegt. Já. Og svo náttúrulega að þú gleipir tyggjó þá er það í maðurum í 7 ár. Já. Það Ég er gleypti mýta, þykja um sko. daginn. Það er mýta. Já, ég var alveg gleypt þykja á og til. Já. Ekki kannski á og til, en svona ég En á til svona 20 vika. Já, svona á og til. En ég veit um sömabyrðu, hver var þetta? Eitthvað sem ég þekki. Bóka, ég man ekki hver það var. Hvað? Sem að sagði við mig, ég man ekki hvort það var strákur eða stelpa, en að hann gleypi alltaf tyggjuð. Í hvert ennskipti sem hann færst tyggjó. Og bara ekki. Já. Hver Og var ég get þetta? óþægilegt að Já. þetta er einhvern veginn svona lítið og Já, svona- en svona kakkuð. svona Þetta er ekki matur. skringilegt. Já. Ég man ekki hvert það var, það var eitthvað sem sagði þetta um mig. Ég man ég var í sjokki. Við mér rámar eitthvað í Er þetta. þetta eitthvað sem við þekkjum báðar? Það hlýtur að vera, mér rámar alltaf í þetta, sko. Já, það er eðla fyrirlegt. Ógeðslega fyndi. Var ekkert mann sagt við þig að Grýla myndi taka þig og vera óþekk? Nei, Ég held bara að það hef ekki verið notað af mig. nei, ég held ekki, sko. Nei. Allavega ekki í minningunni, eða þú veist, í minningunni var ég ekki eitthvað ógeðslega hrædd við Grýlu. Nei. Þetta var bara eitthvað svona mamma jólasveina. Já. En fekkstu eitthvað tíma kartabli? Nei, nefnilega ekki. En ég held að mamma hafi líka bara aldrei haft það í sér. Já. Fekkst þú? Já. Eða það? Eða sko, ég fengi einu sinni kartabli og ég átti örugglega alveg skilið. Ég veit svakalega ekki, óþekk. er ég búin að segja þessa sögu hérna? Reyndar líður eins og sérst búin að segja þessu. Að það? En segðan aftur.
að ég var heim hjá afa og hann var að gefa mér skyr og hann hrærði svo í skyrinu áður en að gaf mér og ég tók bara því líka frekju kasta á hann og ég bara öskraði bara þannig að stjóku til að leiðiði mig og þá fæk ég kartöflu. Hvað varstu gömul? Ég veit að ég var alveg lítil sko. Ég var alveg kannski 7 ára eða eitthvað. Það er svolítið stórt. Nei, kannski, þú veist, ég verði eiginlega að spyrja með mig. Það er alveg svolítið stórt. Það er alveg, já, Til að veist, gera þetta. ég var alveg frekt barn sko. Já, alveg frekja. Frekja dós. Já, frekja dós. Og frekir úlingur og frekur fullarinn. Já, ég er bara þverefla. Þú ert bara frek. Jók. Tjóki bara. En vissir þú að ég segja það, tengt sem ammali. Já. Vissir þú að það er sér hérna ammalsöngur norsku. Þannig öðruvísi. Er það? Það er syngjan. Það er syngjan. Já. Er það eitthvað svona, húra, húra, Já, húra. en við vantar samt með þetta textan, ég man ekki textan, hann er svona Hurra for deg som fyller et år for deg vil vi gratulere na 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 og svo eitthvað svona hopp og það er dans sko Ó, á maður að hoppa. Hoppa, sprett og spring, danse, na 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 alle gode ting og si det så, hva vil du mere gratulere maður svo að standa upp fyrir aftan stólinn sinni og snúa sér í hring Og það er svo norskt. Það er að norskasta sem ég er nokkuð og varst tímann það heyrt. sérlegt? Varst Já. það hérna ammælislegt? Já, bara takk fyrir þetta. Það er mest að maður búin að syngja fyrir því 2 í dag, það er örugglega oftar heldur en ég hef sungið fyrir það öllu þessu ári. Já, þú syngur samt yfirleitt fyrir mig. Og ég hef nefnilega nokkur sinnum, allavega 2 svar, vaknað heim með þér á ammælinu mínu. Já. Og hvað gerist þá? Þá Kakan? er það ammæliskakan. Oh my god, hef ég notað hann á þig? Já! Oh my god. Og ég man ekki eftir. Ég hef notað hann á mig. Við eigum svona ammælisköku heima hjá mér, heima hjá foreldrum mínum, sem er svona, ég held að hún hafa ángriðs verið keypt í byggt og búið í kringlunni þegar ég var, þú veist, 5 ára eða eitthvað. Já. Þetta er svona ammælskaka og maður kveikir á henni undir og þá svona dansar ammælskakan og syngur svona Happy birthday to you, happy birthday to you og á hverju einasta ammæli í fjölskyldunni þegar við byggum heima, ég og bróðir minn, þá voru allir vaktir með þessari köku en maður heyrði alltaf svona smá áður en að hörðin opnaðist Já. Happy birthday, þessu opnaðist þurrun, það var kakan og það kemur svona ljós á hana líka Já. Já, sko, Hún er skemmtileg. þú ert búin að veikja maður 2 svar. ég hefði þetta komið með hana Þannig þú, lífs. ég veit ekki hvort það sé ennþá til, hún hlýtur að vera ennþá til Þannig að þú greinlega elskar mig mjög mikið. já, Þannig en þú- hvað er góð Já. oh my god, Ég held ég með sem myndbandaðir. já, alveg Koma. Já. oh my god, þú verður að finna þetta myndband Já. ég man hérna einu sinni þegar ég átti ammæli þegar þú keyptir handa með Costco-köku, varstu þau því? Já. Þú keyptir gett stóra Costco-köku handa mér Já, ég man það var eftir gett því. fallega gert að þér Já. Já. mjög fallega Við erum mjög góða við hvort aðra. Já. Elskum bara já, aðra. við erum það, já, Já. svona oftast allavega Þeir verðum ekki að rífast við þeirrar. já, það verður kalt þar og svo leiðilega ég vil bara segja þetta gott í dag, er eitthvað meira? Já, ég held það. Nei, ekki bara Bara gangi öll í gegnum gleðinar dyr. hægt ég gerum gleður þetta segir maður það ekki Gangi öll hægt í gegnum gleðinar dyr. já, Og allir að óska Jóhannu til hamingi með ammæli senda Já. á Instagram og hvað allir að skalla ískapið sinn í dýrumri dagsins nei, tjók alls ekki gera það já, allir til að vera eins og ég með að embracea það. Allir að skella í skapið sinn já. einu sinni 23. júní. eða bara teikna lítið ör svona, eins og Harry Potter Já, einmitt. Já. Þá segjum við bara bless ámælis. Gex